Það sem við ætlum að gera í þessu vídeói er að við ætlum að skoða hvernig við búum til rammaáætlun, hvernig við setjum upp forsendur í rammaáætluninni og hvernig við búum til mismunandi sviðsmyndir og að lokum hvernig við myndum síðan fjárhagsáætlun út frá þessari rammaáætlun. Byrjum að smella hérna á rammaáætlun og breyta lista til að búa til línur og við ætlum að búa til fyrir árið 2023. Þannig við gerum hérna grunnáætlun fyrir 2023. Fyrir grunnáætlunina þá stillum við tímabilið ári áður. Grunnáætlunin er þá bara grunnáætlunin sjálf og fjárhagsáætlun fyrir grunnáætlunina er þá áætlunin sem við ætlum að byggja lokaáætlunin á sem væri þá til dæmis 2022 með viðaukum. Fyrst við erum hérna og þá finnst mér gott að búa til fyrstu sviðsmyndina. Þá höfum við rétta árið í tímabilinu og ég get útskýrt af hverju síðar. Við notum sömu grunnáætlun og hérna getum við þá, við þurfum ekki að stilla þessa fjárhagsáætlun strax en prófum að hafa tvær sviðsmyndir, sama tímabil og sami grunnur. Ok, nú er uppsetningin búin í bili. Fyrsta sem við þurfum að gera er við þurfum að velja hérna grunnáætlunina, fara í aðgerðir og velja hérna gera rammaáætlun út frá fjárhagsáætlun. Veljum að keyra það. Þetta getur tekið smá tíma, það er svona misjafnt hversu langan tíma það tekur. Og hérna sjáum við þá hvenær var flutt inn í þessa áætlun, hvaða notandi gerði það og úr hvaða áætlun var sótt. Fyrir sviðsmyndirnar, ef við viljum fyrstu sviðsmyndina, þá er hérna forsendur. Og hérna er hægt að slá inn forsendur fyrir þessa áætlun. Og það er þá hægt að afmarka sig á rammalykla og rammalyklarnir eru svona higher level bókhaldslyklarnir. Þannig hérna höfum við útsvarstekjur, fasteignaskatta, lóðarleigu en til dæmis launin bara einn lykill, breyting á lífeyrisskuldbindingum, vörukaup bara einn lykill. Þannig þetta er meira svona high level breytingar og hérna er hægt að slá inn sem sagt til dæmis. Setjum bara hérna fasteignaskattarnir, hækkun 25%. Gerum uppreikna með forsendur. Gott að ég fékk þessa villu. Ég er ekki búinn að setja inn uppsetningu fyrir árið 2023. Þannig gerum það. Þá förum við hérna í fjárhagsáætlanir og uppsetning. Veljum hérna bara nýtt 2023. Og síðan mæli ég með því að afrita uppsetningu. Afrita bara frá árinu áður. Við getum látið þetta bara vera óbreytt í bili. Förum aftur í rammaáætlunina. Völdum hérna uppreikna. Ok, til að sjá þetta, þá förum við hérna í málaflokkur deild uppbygging. Förum í velja samantektir. Og hérna þarf að setja upp fyrir það sem við vorum að stofna. Þannig við gerum hérna grunnáætlun 2023 og ástæðan fyrir hún kemur með þessa villu hérna er að upprunnin er annar en rammaáætlun. Þannig við þurfum að passa að breyta upprunnanum í rammaáætlun áður en við förum úr línunni því annars hverfur línan. Þetta er sviðsmynd 1. Þetta er líka rammaáætlun. Stofnum þetta í leiðinni sviðsmynd 2. Líka rammaáætlun. Og það er þá 2023-0, 2023-1 og 2.
Við hökum í velja allt. Þetta er í raun bara alveg eins og fjárhagsgreining og samanburður. Og smellum hérna á uppfæra, uppfæra, uppfæra. Getum þurft að loka þessu og opna aftur til að þetta fátt uppfært, en ok. Hérna sjáum við að sviðsmynd 2 kemur tóm því það er ekki búið að gera neitt þar. Sviðsmynd 1 að þá eru skatttekjurnar búin að hækka og við getum farið hérna í að sjá mismuni, prósentur, að það er 25% hækkun á fasteignaskattinum og ekkert annað að gerast. Ef þið hafið notað þetta einhvern tímann áður, þá er mjög líklegt að þið eigið forsendur rammaáætlunar þegar inni. Til dæmis er ég með hérna annað ár og þá er búið að hamra þetta allt inn og ég mæli með því annarkvort bara að pása og afrita þessa uppsetningu hjá ykkur eða ef þið eigið hana þegar til, þá getið þið farið hérna í forsendur og afrita forsendur. Við ætlum þá að velja hér og frá þessar áætlun fyrra árs og yfir í sviðsmynd 2. Í lagi og uppreiknum sviðsmynd 2. Og kíkjum nú á, ef við skulum kannski eitthvað eiga við þessar forsendur fyrst. Tökum hérna góða launahækkun á línuna, líka fyrir kennarana. Uppreikna. Í lagi, kíkjum hérna inn. Og þá sjáum við að við erum komin með stórkostlega hækkun hérna á laununum milli sviðsmynda. Þið getið síðan smellt hérna á rekstrarreikning til að og velja hérna rekram. Og síðan spurning hvaða samantektir þið eru með valdar. Þið viljið bara hafa rammaáætlan samantektirnar. Og þá fáið þið hérna rekstrarreikning og getið síðan niðurstöðuna með við mismunandi forsendur. Við ætlum klárlega að nota sviðsmynd 1. Þannig að þegar þið eru orðin sátt við sviðsmyndirnar og búin að gera breytingar og þá getið þið stillt hérna hvaða fjárhagsáætlun þið viljið stofna þetta í. Og í þessu tilfelli erum við ekki búin að stofna áætlun fyrir 2023, þannig við gerum það bara snöggvast. Kannski 2023 VAF. Vinnuáætlun 2023. 01/01/23. Svona. Þannig við erum þá búin að skilgreina að við viljum fá sviðsmynd 1 inn í þessa áætlun hér. Og þá getum við farið hérna undir aðgerðir, gera fjárhagsáætlun út fyrir rammaáætlun. Hún varar okkur við því að þegar þið gerir þetta að þá hreinsar hún allt út úr 2023 VAF og endurstofnar samkvæmt þessu hér. Smellum já. Og þetta keyrir. Ætti ekki taka neitt rosalega langan tíma en samt nokkra mínútur kannski. Þegar þetta klárar þá eru þið í raun bara tilbúin að fara í vinnubækurnar. Það sem við mælum ekki með að gera er að þegar þið eru búin að keyra þetta yfir í áætlun og byrjað að vinna í vinnubókunum, þá viljið þið ekki fara aftur í rammaáætlunina og halda áfram að gera breytingar þar og ætla síðan að keyra aftur yfir. Því það mun þá yfirskrifa alla breytingar sem þegar hafa verið gerðar í vinnubókunum. En fleira var það ekki í dag. Takk.